natürlich, nein, sondern wenn das Telefon klingelt, egal ob auf Arbeit, auf Toilette. Sachsen-Anhalts neuer Musikmix. Lieder zum Angriffshaus, Lieder gegen vor uns Eis aus. Diese Wölfe. Tók þetta á taugarnar? Já, það gerði það alltaf. Alltaf bara, sama hvernig fyrr? Já, eiginlega. Ég held að ég sé miklu stressaður upp í stúku heldur en nokkuð tímann hann. Þannig að ég líka kannski bara stressað meiðist og annað. Það er ekkert alltaf bara leikurinn, en oftast leikurinn. En þú sagðir hérna áðan að þetta væri nú svolítið gjarnt á að vera svona 56, 58 og lá bara við slagsmálunum líka í annarri hverju sókn. Já, þetta er alltaf mjög spennandi og leikinnir hérna, einmitt, stigaskori er ekkert mikið. Það er ótrúlega góð vörn spiluð. Þannig að, og það er alltaf barist í hvern bolta og allt í járnum eiginlega. Ertu þá stundum að fá eiginmanninn svolítið laskaðan heim eftir leiki? Já, stundum. Það er ekki alltaf, en það er stundum þannig. En hann er harður, þannig að. En hvernig fannst þér að standa sig gegn toppliðinu? Mjög vel, ég verð að segja það. Sá allavega að herða, ég held að hann sé mjög sáttur með sinn leik, en hann verður bara, þetta er mjög gott lið og hann var að standa sig ótrúlega vel og
Þannig að það er bara, þeir stóðu svo ótrúlega vel fannst mér. Þó þessi tap, það er alltaf sárt að tapa, það er alltaf ótrúlega erfitt, en þeir stóðu bara mjög vel. Við hittum ekki neitt, allir, sérstaklega ég. Ef ég hefði hitt á venjulegan dag, þá unnið hennar leik með allavega 10. Við erum að gera, ég var allavega að gera sama og ég var búinn að gera í allan vetur. Ég bara hitt ekki mínum skotum, ég var að fá opin skot og við vorum að fá fullt af góðum skotum og ég meina, en við höldum í 58 stigum, þá að duga á móti hverjum sem I'm happy about everything we did. Big heart, big fight, good defense, good rebounding, everything. The only what we was missing was to make a basket here and there. Yes, to make some more basket. We had terrible three-point shooting. I think 2 out of 20, and this is very, very tough to win the game. And we must also say that many of them, at least say 12 to 15, was good shots. Yeah? So if you don't make it, what you can do? Yeah? You can just try to fight. We did it, but yeah, it wasn't enough. Yeah? Can you tell us what you told the boys on the final play? Were you going for the 3-point? Yes. I wanted. We got an option inside also, but I really wanted to try to win. Yeah, and it was a good shot. It was for this part of the game where everybody was set, and the second time the inbound was a great shot. A shot that normally our shooters makes, but we was unlucky. So Kelly, this was close. What did you need to win this one? Devin hit that shot in the corner. I think we played pretty well as a team. We stuck to our principles, and we made it tough for them to score. And that was our goal. And they just hit one more extra bucket than we did. It was unfortunate, and they walk away with a win. So. Did it look like it was going in? What did you think during the shot? I was under the basket. It looked like it was going in. That might be me wishing and hoping, but it looked good. It looked good. And Devin is a tremendous three-point shooter, so he's one of the people that you want taking that shot. So it's just unfortunate that it didn't go in. So. Tough start during the season, but you guys are climbing up the table right now. Oh yeah. I think we adapted to the league. You just brought a bunch of players in this year, and we made goals for ourselves. And right now we're just trying to accomplish it, and one game at a time, really. So we've been doing well, and we just want to keep climbing. Við vorum að spila við algjörlega magna lið og valið maður í hverri stöðu, en þeir eru samt bara mannlegir eins og við. Og ég meina, þeir eru að spila með sama bolta og sömu körfur, þannig að við erum búin að örugglega æfa jafn lengi á þeir, þannig að það er engin afsökun að þeir eiga að vera eitthvað betri. Ég meina, við erum samkeppnishæfir við alla heldur.